Sigurður, nú erum við komnir aftur í settið, í stólana góðu. Hér gott að sitja. Já, herðu, við ætlum að ræða nokkur atriði. En við ætlum að byrja á fundinum á Austurvelli í gær. Já. Hvernig líst þér á níðstöng af ráðherra? Sumum leyfist ýmislegt. Ég er nú hræddur að ef við hefðum gert þetta á okkar fundi þá sætum við ekki hér. Verðum við ekki í sikurum fangakleifunum bara? Ég hef nokkuð viss það. Já. En ég tók líka eftir því að við nefndu þetta áðan að við fengum aldrei skammir fyrir að vera með íslenska fánann. Já. Þarna var engin íslensku fáni. Ekki einn íslensku fáni. Nei, níðstöng sett upp af ráðherra, utanríkisráðherra. Það er búið að ganga á húsið hjá ráðuneytinu með rauðri málingu og það er búið að veita staði ljósmyndara og einhvern veginn komast þessir einstaklingar upp með að haga sér svona. Já. Ég skil þetta ekki. Nei. Ef að við hefðum gert þetta, sem okkur myndi aldrei detta í hug að hafa okkur svona, þá yrði allt sett á hvolf. Já, þetta er miklu meira heldur en, þetta er miklu undarlegra heldur en meira sem þú segir. Því að umburðarlyndi gagnvart þessu fólki er endalaust. Og ég veit eiginlega ekki hvað það er. Ég get ekki greitt það. En það er líka sérstakt að ég var nú að skoða þessi félög, þetta eru alls konar félög sem er að inni og sem bara minniháttar og félag háskóla fólks og Palestínu eitthvað svona, allt í lagi að búið tína til 185 aðila og allt í lagi með það. Ég hef heyrt af einstaklingum til dæmis hjúkrunarfræðingar sem að bara eru orðlausir yfir því að það standi skilti að allt heilbrigðisfólk stendur með Palestínu. Það var ekki að tala við þetta fólk. Nei. Hvað ef að við vorum búin að taka saman tölur ef að með öll þessi félög? Segðu okkur eins af því, manstu? Já, við vorum eitthvað að reyna að átta okkur á því að þessi 185 félög væru nú kannski svona í heildina með allt yfir 180.000 manns innanborðs og samkvæmt mínum upplýsingum í gær þá voru þarna á þessum, það tala allir þúsundir, það er náttúrulega ósköp auðvelt, við vorum líka með þúsundir. Já. En þar sem að menn eru búin að koma í þetta stríð, að vera í einhverju viðmiðum á fundunum okkar og þessum fundi í gær, þar sem 180.000 manna félag boðaði til fundarins, þá mættu þar cirka kannski 1,5%. Já. En við vorum með fund, þegar við vorum einingis í 5.000 og þá mættu svona 40%. Já. Þannig ég byði nú ekki í það og ég held að við myndum nú fylla miklu meira en Austurvöll ef við varum 185.000 manna félag. Já, og sérstaklega ef við hefðum nú þennan aðgang að einhverju félögum, en við þurfum þess ekki. Nei. Það er einfaldlega vegna þess að fólk er að hafa samband til okkur sem er búið að fá nóg. Það er endalaust allar athugasemdir, við getum séð athugasemdakerfi núna sem að er og ég hef heyrt að fréttamenn hafa alltaf undan að eyða kommentum og reyna að stýra þessu. Já, ef þú lest athugasemdir, 150 athugasemdir undir einni fréttinni hjá hinu einstaka fyrirbæri vísir, að ég fann ekki eina aðra en þær sem voru til þess að spurja út af hvað gengur þetta. En það er alveg stórkostlegt með okkur Íslendinga að við skulum alltaf hugsa út á við. Við erum alltaf að passa upp á einhverja allt aðra heldur en okkur. Já. Hér er ekkert geggjað ástand. Hér er bara alvarlegt ástand. Já. Það er ekkert bara í hælisleitenda málum. Það er í mörgum öðrum málum og þar er komið inn til okkar og sagt getið ekki gert eitthvað í þessu líka? Já, það er það sem við erum að fá okkur einasta degi, Sigfús, og það er bara staðreynd. Það er ágætt að koma fram núna að við erum að fá bara fyrirspurnir, við byrjum með hælisleitendamálin og það er lausnir sem við sjáum að hægt er að gera. Húsnæðisvanda sem bitnar á Íslendingum, atvinnumál, menntamál, það er svo margt sem að við höfum fengið inn á borð hjá okkur og alvarleg mál varðandi sakamál, stöðu fanga, hversu mikið hlutfall af föngum eru inni og ýmsar leiðir sem hægt var að nota til þess að fækka og minnka þennan kostnað sem er. Þannig að við stöndum svolítið frammi fyrir áskorun sem er aldeilis að koma ofta á okkur. Já, við þurfum að hugsa okkar málfræðinni, við þurfum að sjá hver stefnir. Já,
Sko, Komdu með það. nei. Þegar við hefjum þetta, þá þetta bara hælisleitendamál. Já. Og þetta um hælisleitendamál. Mhm. Og þau eru jafn alvarleg, ef ekki alvarlegri heldur en þegar við byrjuðum. Já, það nefnilega það sem við sjáum. Málið að almenningur farinn að sjá þessi vandamál. Hann kannski sá þau en gaf sér ekki tíma til þess að hugsa þau og leiddi þau hjá sér. Með okkar komu og okkar upplýsingum þá fólk farið að átta sig á þessu. Í dag ekki skrafað saman út í horni. Í dag þeim aðila eða þeim tveimur aðilum á stóru kaffistofunni bara vísað út af kaffistofunni á meðan að þessi mál rædd þar inni. Fyrir okkar komu, þá segir mér sama fólk að það hvíslaði í hverju horni fyrirtækisins því að þessir út á við góðu, þeir bara tók ekki til greina að þessi mál rædd á kaffistofunni. Þetta eru breytingarnar. Já, það nú málið, sko. Þar að leiðandi kemur það að fólk fyrir að sjá, ok, býtu, þetta virkar. Og þar að leiðandi fyrir fólk að koma og segja, heyrðu, en hvað með gamla fólkið? Getið ekki tekið þau mál og reynt að koma þeim í stand? Hvað með heilbrigðismálin? Hvað með menntamálin? Þið verðið að taka á menntamálunum. Það ekki bara fólk frá Íslandi sem hringir út af þessu eða kemur eða sendir skilaboð. Það fólk utan á heimi. Já. Í okkar hóp fullt af fólki sem að býr annars staðar en á Íslandi, en hvað það að gera? Það hefur mestar áhyggjur af Íslandi. Það vill ekki sjá landið fara sömu leið og löndin sem að það býr í. Það þegar komið mun lengra í þeim vandamálum heldur sem að við erum í dag. Ég var einmitt að fá skilaboð frá einni mannesku sem býr í Svíþjóð. Hún var að segja mér sko kostnaðurinn og annað, þú veist, hún komin á eftirlaun og þessi hælisleitenda iðnaður, hvað alveg gríðarlegt mikið peninga sem þeir fá. Já. Og hún sagði að ég með var smá upphæð í eftirlaun, en þessir aðilar hafa miklu meiri peninga. Það nú bara eins og hérna. Já, þetta svo sorglegt og við erum að reyna, sko, þetta ekki einhver mannvonska hjá okkur eitthvað þannig. Við verðum að stoppa þessa þróun. Hvers vegna á gamalt fólk sem að komið á eftirlaun og hefur ekki náð að vinna sér einhverju lífeyri í sér réttindi að ráði og það á eftirlaunu frá Tryggingastofnun. Hvers vegna á það að þiggja kannski 360-80.000 á mánuði og skertum alla sína peninga ef það reynir að vinna meðfram þessu og afla sér einhverju aukatekna, hvers vegna á það að fá meirinn helmingin minna heldur aðili sem að kemur úr einhverju af þessum löndum og fær kannski 700.000 og síðan styrki með börnunum og íbúðina og bílastyrkin og leigubílagjöfina frá Sigurði Inga. Já. Hvað sem þú nefnir, þá þetta fólk að fá svo langt umfram allt það sem að Íslendingar fá. Hvernig hefur sagt okkur við þetta? Það ekki hægt. Svo auðvitað heyrum við þetta að þetta sé bara rasismi og bla bla bla. Ef þetta rasismi, þá ég rasisti. Já. Ef það rasismi að hugsa landið sitt, að hugsa fólkið í landinu og hugsa óréttlæti sem að fólkið í landinu beitt. Ef að það rasismi, sem ég veit að ekki rasismi, en ef einhver heldur að það sé rasismi, þá ég rasisti. Já, það það bara þannig. Það bara svoleiðis. Velkomin í hópinn. Við erum fjöldinn allur af fólki sem að þorir að tjá sig og ég hvet bara fólk til þess að bara tala. Þú veist. Við þurfum að láta fólki tala. Já, af því að sumir eru líka hræddir við starfið sitt og þú voru ekki að segja. Ég veit, fekk mitt skilaboð, hann sagði, sko, ég vinn á þannig vinnustað, sveit mín, að ef að yfirmaðurinn minn myndi frétta að ég væri sammála ykkur. Þetta vinnustaður sem að skiptir öllu máli fyrir þjóðfélagið. Ég vil ekki segja það. Við virðingu við þann. En allir félagar hans eru allir sammála. En hann sagði, það var ef ég myndi setja eina athugasemd einhvers staðar við frétt, þá myndi það finnast og ég rekinn. Já. Ég spyrja, af hverju? Af því að ég má ekki ræða. Við eigum að vera hlutlausir. En svo fara þessir einstaklingar í verkefni sem að tengjast hælisleitendum hana og þeim blöskrar hvernig staðan er. Já. Við erum að heyra
jafnvel barnaverndareftirlitið. Já. Þú veist, það allt í köku. Já, þú getur ímyndað þér. Nú komið hingað til lands 1000 manns þar sem að konan skiptir engu. Hún ræður engu á heimilinu. Hún skiptir engu máli, hvorki fyrir mannin né kallkyns börnin. Já. Þau hlusta ekki á hana og maðurinn hlustar ekki á hana. Ef að maðurinn ekki til staðar, þá ráða börnin eða kallkyns eða drengirnir, þeir ráða. Já. Og ef að aðrir aðilar, utanaðkomandi eins og kennarar, félagsráðgjafar eða aðrir slíkt að koma að, þeir komast ekki að. Og ef þeir mæta, þá þurfa þeim stundum að koma í fylgd. Já. En þeir verður ekkert úr sínu efni því að það ekki á þá hlustað. Við erum komin þangað. Fyrir löngu. Já, fyrir löngu. En það stefnir lengra. Já, þetta bara orðið lengra. Við erum að heyra hluti sem við getum ekki sagt frá hér, Nei. en við munum segja frá þeim. Já, það alveg hrein. Að virðingu við fólki sem hefur sagt okkur þetta, þá erum við bara svona þess að bíða þangað til hægt að segja þetta. Já. Það einfaldlega það sem við erum að gera. Það ekki þöggun, við munum segja frá þessu. Þetta það alvarlegt, að þetta ekki í lagi. En við skulum fara aðeins inn á Austurvöllin aftur, þennan hóp sem kemur saman og að gera níðstöng af ráðherra og við sjáum sko að þingmenn þurfa öryggisgæslu og það örugglega komin öryggisgæsla í kringum ráðherra, fyrst það níðstöngin komin. Þetta hótun það að taka höfuð af henni og hengja hann upp á vegg. Hver hefur fjallað það sérstaklega síðan í gær? Engin. Við? Já, við erum að tala. Engin annar? Nei. Hefur einhver talað það eða skammast við þessu fólki? Ekki neitt. Þau fá leyfi til þess, taka höfuð af ráðherra og setja þau. Það bara heimilt. Já. Þetta orðið svona eins og á Víkingaöld þegar menn voru taka höfuð af mönnum hana. Svo eru dregnir frægir menn fram í sviðsljósið og réttur fáni Palestínu, þar sem honum veifað stanslaust á sviði fyrir fram að fólkið og það matað á þessum upplýsingum. Ég skil ekki þessa aðferð. Við erum lítið land. Við erum eyja, kannski ekkert endil út í Ballarhafi en við erum það samt. Við höfum hingað til verið stolt af hlutleysi okkar. Síðan fyrir tæpum 10 árum virðist þetta hlutleysi hafa farið að taka á sig aðra mynd. Ráðherrar síðustu ríkisstjórnar eða þar síðustu, hvað þá þessarar, eru að brigsla að við séum að taka þátt í varnarstarfi, við erum að taka þátt í stríði, við erum að hvetja til útilokunar landa. Það búið að setja lás og við tókum þátt í því að setja lás á Rússa sem hafa bara veist okkur vel í gegnum tíðina þrátt fyrir að við höfum verið undir vernd Ameríku. Það fólki búið að gleyma þegar hrunið var fræga, hverjir komu og hjálpuðu okkur. Nákvæmlega, ekki bara þetta. Nú á að taka Ísrael. Já. Litla 330.000 Íslendingalandið pluss innflytjendur ætlar að taka upp hjá sjálfu sér að útiloka verslun í gegnum EFTA. Hvað í gangi? Þetta náttúrulega galið og þetta sýnir sér bara sko sturlununa en mér langar aðeins að halda áfram með Austurvöllin. Þessi hópur sem að koma og það var manneskja Karen Kjartansdóttir held ég hún heiti, sem var nú PR manneskja fyrir forsetaframbjóðandann en fór allt í skrúfuna. Hún náttúrulega verið mjög dugleg að koma fólki frá Palestínu og einhvers staðar fær hún peninga til þess. Þannig að það áhugavert að vita hvernig hún gerir það. En hún vill fara í þennan tippaslag varðandi hvor voru fleiri, hversu margir voru á Austurvelli og allt það. En allt í lagi, 1000 manns, flott. Og ágætlega staðið að þessu hjá þeim sjálfsagt. En við vorum betri öryggisgæslu, held ég. Það hefur verið að breyta. Alveg klárlega. Við þurftum líka á því halda því að þetta var fólkið sem veittist á þeim. Sem kom í baki á okkur. Já. Og voru með leiðindi og lögreglan var einmitt alveg til staðar þarna, bara gott að segja frá því núna. Þeir voru tilbúnir, voru bara nokkri metrar í þá til þess að stöðva þetta. En við gátum komist hjá því og þegar
Antifa liðið og No Borders áttu sig á því að við vorum bara sterkari, þá löbbuðu við burtu. En þetta líka hópurinn sem er að ráðast á verslanir með límmiðum og apótek til dæmis, ef það eru lyf eða annað sem er frá Ísrael. Þetta bara galið. Já. En þetta bara... Hver fær leyfi til þess að gera þetta? Já. Og ekkert gert í því, sko. Nei, hvar lögreglan? Hvar þingræðið og annað? Hvar einstakling sem segir, nei, hingu ekki lengra? Hefur einhver þingmaður núna stigið fram út af þessari brjálæðislegu hugmynd utanríkisráðherra? Nei. Það verður gaman að heyra hvort að einhver kemur á morgun og segir, þetta ekki hægt. Ég trúi ekki einu sinni, sko, að menn séu að fara að setjast niður og fjalla þetta. Nei, það verður núna. En það verið að gera og það búið að boða til þess. Já. En þegar ég bara, þú veist, hvað heldur fólk að þetta skipti miklu máningu? Þetta minnumáttakend, þetta bara þannig, þetta minnumáttakend hjá stjórnmálamönnum sem fara í svona vegferð. Veistu það, ég fékk þessa hugmynd að þetta væri svo ákjósanlegt atriði fyrir núverandi ríkisstjórn, fyrir Þorgerði Katrínu, að afvega leiða Íslendinga. Já. Úr því að láta það horfa eins langt og hægt í burtu og sinna einhverju máli þar, þá þarf hún ekki að útskýra hvað að gera sérna heima. Það er bara málið. Það er bara þöggunin og þeir nota fjölmiðla á annað til þess að ýta vandónum sem í raun hérna á Íslandi, hver hann og tala um eitthvað allt annað. Þetta bara okkur kemur þetta ekki við. Það þarf að stöðva þetta og maður heyrir sko bara venjulegt fólk bara búið að fá nóg. Já, fólk bara ég finnst bara sund bara hræddir. Fólk sér ekki landið sitt eins og það var. Sko, ég náttúrulega komin á þann aldur að mér sýnist ég er farin að tilheyra þessum hópi sem er farin að hafa verulegar áhyggjur. En unga fólkið hefur áhyggjur. Ég dreg það verulega út af því að við gerðum þessar kannanir okkar. Já. sem að komur nú þannig út að okkar málstaður er hárréttur og á sér réttilega stað. Að þegar þú lest kyn og aldur þeirra sem að taka þátt í þessu könnunum, sem að svara þeim og hvernig svörin eru, þá sáum við að ungt fólk hefur miklu meira áhyggjur heldur en við héldum. Maður hélt að eldri hópurinn, hann gnæfði svolítið yfir þegar það verið sagt, ég hef áhyggjur eða ég vil færri ælisleitendur eða eitthvað. Nei, unga fólkið var ekkert á ósvipari línu. Það er nú málið. Þannig að línan, hún var að sömuleyti eins og Prósent sagði, ómarktæk. Þannig að unga fólkið hefur áhyggjur. En hvar vinnur mikið af þessu fólki? Ég heyri rosalega mikið í þessum sem að vinna, eins og við köllum oft þessi sem eru einyrkjar og slíkt. Þeir eru óhræddir við að tjá sig, nema þeir vinni fyrir fyrirtæki eins og hérna stórfrægu Reykjavíkurborg. Ef að einhver blandast Reykjavíkurborg á einhvern hátt, þá þorir hann ekki að tjá sig þessi mál, nema kannski í lokuðu herbyggi aleinn. Já, menn fá bara reisupassa. Það er bara slís. En talandi ungt fólk, ætlum aðeins að koma inn á það, sko, við höfum einmitt verið að fá sko spurninga bara, hvernig getum við ekki reynt að komast bara með þetta þannig, unga fólki segir að við getum fara að kaupa íbúð. Ég meina, ég er orðinn 22 ára, sagði þeir, og ég bý enn hérna hjá mömmu og pappa. Ég hlusta nú á fólk. Það segir einmitt mig. Ég ætla ekki að hleypa börnunum mínum út úr húsnæðinu fyrir að kaupa eigin eign. Ég veit ekkert hvernig þau geta gert það. Nema ég geri það þá með þeim og fyrir þau. Já. Og við höfum aðeins verið að ræða málin. Og ég held að það þurfi nú bara að gjörbreyta þessum húsnæðismarkaði hér í Reykjavík. Nú eigum við byggingalandið. Sumt að ég þegar algjörlega skipulagt. En það er kannski bara gott að það er ekki lagt af stað. Það er engin bílastæði. Já.
Ætlar þú að segja mér að fólk sem í dag 16 til 25 ára að það sé alið upp í því að það muni bara taka einhverja sporlest sem að verða úreld, sem kostar okkur miljard á ári í 10 ár nú þegar, en mun á endanum kosta okkur hvað? Hvað er talan? 130 miljardar eða? Þetta er galið. Sjáum fyrir okkur ungt fólk, 25 ára, með eitt bakk. Það þarf að fara í vinnuna, í sikur áttina. Já, í sikur áttina og öll trafíkin og allt sem er gjörsamlega galið, verið að þrengja öllu, það mætti við bíl. Þess vegna trafíkin? Já, sjálfsögðu, það hefur viljandi verið að hægja allt og leil. Og en sjáðu þetta fyrir þér, fólk er að fara í leikskólan annað og á að taka bara sporvagn og stoppa við leikskólan og bíða eftir næsta sporvagni. Þetta er ekki svona gott. Nei, þetta er ekki einu sinni svona gott. Það liggur bara einhver lest, einhver ákveðna leið, þar sem allir fjárfestarnir eru búin að ná sér í húsnæði. Já. Heyrðu, svo eiga bara að vera strætisvagnar í hinn og þessa átt og ég veit nú ekki hvert þeir eiga að ganga og hversu langt eða annars líkt og hversu hratt. En ég get alveg sagt þér að við búum í landi þar sem bílsins er þörf. Ef að menn vilja halda því fram okkur nægi einn bíl, ok, þá verður það bara þannig. Kannski getum við farið í það að deilibílar gæti sinnt þessu. En ég get alveg lofa því að við þurfum á bílum að halda og við þurfum ekki á því að halda að það sé verið að loka að og afreinum og öðru slíkt í þessari borg. Ég bjó í Breiðholtinu í mörg ár og alil þar upp og þetta er gamla hverfið mitt. Það er munur á snjó og öllu. Já. Hvernig, strætisvagnir byggfastur í einhverju brekkunni og ekki tægt að gera. Þetta er svo, það er svo auðvelt að vera inn í ráðhúsi og taka einhverjar ákvarðanir og svona pælingar, sjá þetta í einhverju og fara síðan og fá sér konjak bara heima á sér. Þetta er alltaf sjá fyrir sér einhverja fallega Evrópuborg. Já. Við tókum smá bíltúr borgina og sáum svona mjög margt sem að okkur finnst miður. Manstu eftir Reynborg, fögur torg. Já. Það er ekki lengur hugsað það. Svona lokum, erum við bara að fara í einhvern bardaga? Er það ekki? Já, hjálmurinn er tilbúinn og skilaboðin bera það með sér að það er endalaust. Það er þörf. Já, við skulum Eigum við ekki upplýsa aðeins betur þetta seinna? Já, gerum það, því við erum að fá áskoranir og það er fólk líka sem er að koma með okkur sem er bara flottir einstaklingar, koma með okkur þvert og flokka og það er eiginlega svona spennandi með það. Ég held að eftir aðeins að kasta þessari bombu svona og svo bara sjáumst við fljótlega. Skilaboð til fólksins. Já, verið óhrætt að tjá ykkur og bara á kommentunum og annað. Og ef þið að lendi í einhverju klemmu og svona hafið samband við okkur, því að við erum einmitt að heyra það að fólk er að fá svona tiltal frá yfirmanninum. Það er náttúrulega galið. Guðanabænum láti okkur vita því. Já, alveg endilega. Við viljum bara vita því og sérstaklega hvaða aðilar það eru. Við viljum þá heyri þessum yfirmanni, minnst þú veist. Að sjálfsögðu. Hann getur komið í spjallina. Hversum það er slegað puttan og útskipta hvers vegna hann vil ekki leyfa fólki að tala. Já. En ég hlakka til að vita hver niðurstaðan verður varðandi þessa níðstöng og hvað ráðherra ætlar að gera og hvernig þetta verður afgreitt þegar ráðist á ráðuneytið, hvað þetta er annað með rauðri málningu og jafnvel sem við vitum heimili fólks fólk hefur lent í því. Verður setið það? Já, fólk sem styður eða er kannski að vinna hluta til fyrirtækju sem eru tengjast Ísrael eða eitthvað. Nokkur prósent eigna hlutur. Við vitum alls konar dæmi sem að koma inn á borð til okkar sem við af virðingu við fólki nefnum ekki. Þetta er náttúrulega komið út í algjöra þvælu og það er nú þess sem við vildum setjast niður og ræða þetta eins og bara hvetja fólk til þess að vera með okkur í þessu. Það er skyld okkar. Þessi flottur endapunktur. Það er skyld okkar. Takk fyrir að koma, Sigfús. Takk fyrir.